Laktósa-frí. Komið sæl, þessi mynd var tekin á landinu klukkan rúmlega 2 í dag og við sjáum að þarna eru svona tvær bláar og grænar klessur, önnur við suðvesturhornið og hin á norðaustanverðu landinu. Það var sem sagt svolítil snjókoma hérna í þessu úrkomu belti hérna yfir norðausturlandi en úrkoman úr þessum bólsturum sem voru hér úti fyrir Reykjanesi sáist nú bara í fjarlægð og virðast ekki hafa valdið neinni ofankomu á suðvesturhluta landsins í dag en það snjóaði vissulega allvíða sunnan og vestanlands í nótt. Það var 5 stiga hiti á Kvískerjum í dag en 15 stiga frost á Sauðárkróki. Það má búast við því að það haldi áfram að kólna þegar líður á vikuna og við sjáum á yfirlitskortinu og það er svona víðáttu mikil lægð yfir landinu og í kringum landið. Það er hæð yfir Grænlandi og hún er nógu öflug til þess að halda svona aðalægða ganginum hérna suður af landinu. Það er ekki markverðar breytingar má segja í kortunum næstu daga. Það er útlit fyrir svona ríkjandi norðaustanáttir og éljagang á austanverðu og norðanverðu landinu. Við sjáum á þessu korti hvernig skýjahulan er nú svona mest norðan heiða og síðan líka aðeins á austanverðu landinu. Það er þó líka skýjað með köflum við Breiðafjörð en yfirleitt bjartviðri bæði á Faxaflóa, Suðurlandi og Suðausturlandi og við sjáum að hérna þegar líður á fimmtudaginn þá eru skil frá lægð sem eru mjög nálægt Írlandi hreinlega. Þau svona aðeins gæjast hér upp á suðausturströndinni en eins og staðan er í dag allavega er ekki útlit fyrir að þau nái inn á land. En í fyrramálið er útlit fyrir norðan og norðaustanátt, bjartviðri víðast hvar á landinu fyrir utan norðurströndina, þar er skýjað og einhver smá éljagangur. Það má alveg búast við því að verði svolítið kalt þannig að þau okkar sem eru fótgangandi eða hjólandi til og frá vinnu eða skóla þurfa að klæða sig vel. Enda janúar og þetta er svona svipað og hefur verið. Það dregur heldur úr úrkomunni á norðanverðu landinu þegar líða tekur á morgundaginn. Það er nú ekkert ofsalega hvasst í þessu, helst að sé hvasst við Vestfirði og þá líklega út af Vestfjarðamiðum frekar en í byggð á þeim slóðum og svo er svona smá hæðamiðja yfir landinu þannig að áttin hér austan til er vestlægari heldur en annar staðar á landinu. Það er ekki mikla breytingar þegar að líða tekur á fimmtudag, það er áfram þetta svona éljaloft og hiti rétt frostmark líklega á Vestfjörðum. Það er aðeins rauðtala hérna, svona hiti rétt yfir frostmarki suðaustanlands en annars staðar er yfirleitt frost, smá éljaloft þarna norðan og austanlands en bjartviðri sunnan og vestan til. En svo er útlit fyrir að bæta aðeins í úrkomu hvessi jafnvel heldur á föstudag sérstaklega á norðvestanverðu landinu en það herðir líka víðast hvar á frosti og þarna má alveg búast við því að frost geti farið niður undir 15 stig á miðhálendinu sérstaklega og svona kannski í Mývatnssveitinni aðfaranótt föstudags. En á laugardag þá er síðan útlit fyrir ósköp svipaveður, það hægir heldur á vindi, áframhaldandi éljaloft með norðurströndinni og svalt í veðri víðast hvar en líklega hlýjast við ströndina. En á morgun er semst útlit fyrir að það verði bara bjartviðri hér á sunnan og vestanverðu landinu. Það ætti að vera bjart til dæmis í kvöld og sjást það ágætlega til norðurljós á stjarna. Það er éljaloft á norðanverðu landinu sérstaklega við ströndina og frost víðast hvar. Það gæti alveg verið hörkufrost sérstaklega inn til landsins í nótt en hiti verður rétt yfir frostmarki líklega í Vestmannaeyjum. Verið sæl.